Komið í sæl. Ég heiti Sigurrós og fyrirlestur minn fjallar innleiðingu leiðsagnanáms í kennslu mína í íslensku. Rannsókn mín starfendarannsókn og byggi ég á kenningum fræðikonuna Dean McNiff sem leggur áherslu á að kennarar skoði starf sitt og skrifi það. Rannsóknin mín beindist að því hvernig ég geti bætt endurgjöf í áfanga fornbókmenntir, áfanga sem kenndi Njála og eddukvæði, með matskvörðum og munnlegri endurgjöf í jafnóðum. McNiff lýsir ferli starfendarannsóknar sem hringferli þar sem starfið skoðað, ígrundað og breytt og síðan metur kennarinn og breytir á ný í ljósi matsins. En það verður oft svona spírall eins og við sjáum hérna myndinni og fer í ýmsar áttir. Gagnasöfnun afar mikilvæg og gögnin sem ég notaði voru dagbók og ígrundun en ekki síður verkefni og spurninganemenda og í vor bættu svo við upptökur á kennslustundum úr fjarfundabúnaði. Og ég semst að vinna með leiðsagnamat sem margþætt og ekki einfalt að skilgreina það í örfáum orðum. Og gagnkvæmt traust þarf að ríkja milli kennara og nemenda og innan nemendahópsins svo að leiðsagnamat virki. Dylan William, hann segir meðal annars að það sé hægt að tala leiðsagnamat ef líkur á að mati skili meiri árangri en ef það hefði ekki verið gert. Og það verður fyrir okkur kennara að hugsa það til hvers við erum að meta og hvaða árangur viljum við ná. Hatti og Clark þau benda á að kennara verða að vera vakandi fyrir því hvernig sjálfsgeta hefur áhrif á viðbrögð nemenda við leiðsögn. Nemendur þurfa að hafa trú á sjálfum sér og við kennarar þurfum að hjálpa þeim til þess svo að mat verði þá gagnlegt og þau geti tekið við leiðsögn og fylgt henni. Glenn Pearsall, hann vill draga úr vinnuálagi á kennara en hann vill líka að nemendur fái markvissa endurgjöf jafnt og þétt og hann kynnir alls konar matsaðferðir sem duga vel í annríki dagsins. Og hvað hef ég svo gert? Ég hef verið með vendinám í þessum íslensku áfanga og deili kennslumyndböndum og fyrirlesturum meðal nemenda og þar með, þegar ég hef svona vendinám, þá gefst rými fyrir verkefnavinnu í kennslustundum og tími fyrir aukin samskipti í hópunum. Og hérna sjáu þið hvernig til dæmis Njála á kennslumyndum birtist nemendum í svona kennsluforriti. Ég nota fjölbreytt verkefni og hef verið að auka fjölbreytnina og ekki síður skilin, það eru alls konar skil. Meðal annars eins og hérna má sjá á myndinni til hliðar að þarna eru skilverkefna nemenda á verkefnum þar sem þú átt að teikna myndasögu og hafa 6 myndir til að lýsa einum kafla í Njálu. Og fyrst var ég með sýnidæmi sem var reyndar úr öðru efni því ég átti ekkert þetta. En fyrsta sagan sem kom hann inn, eða fyrsta myndasagan, hún greinilega hefur áhrif á þær sem eftir koma. Hún var greinilega fyrirmynd annarra nemenda. Ég hef smám saman lagt aukna áherslu á markmið með kennslu og að gera nemendum meðvitað þau. Og jafnhliða kennslu hef ég notað matskvarða í auknum mæli en ég velti oft fyrir mér hvernig þessi markmið og matskvarða nýtast nemendum. Skilja þeir þetta og til þess að vera viss það þá spyr ég þau hvort að þau skilji og reyna að leita og kanna eftir viðhorfum þeirra og reyna að hjálpa þeim. Og ég nota spurningaleið mikið sem ég hef lesið meðal annars hjá Glenn Pearsall. Og ég nota hana til að veita nemendum endurgjöf. Ef ég spyr og einhver nemandi svarar þá heyra hinir svarið og þeir heyra til dæmis kannski geta þeir svara betur eða þeir heyra hvernig gott svar getur verið. Þannig að þarna endurgjöfum leið. Og þannig að spurningaleiðin hefur nýst mér vel en hún gefst ekki vel í þeim aðstæðum sem að nú ríkja. Það sem að maður kennir ýmist bæði í kennslustofu og í fjarfundi eða bara á fjarfundi. Þá mjög erfitt að fá nemendur til að svara og þó að svörin komi þá komum við oft seint. Þannig að ef þetta verður svona áfram þá verður maður að gera nýjar rannsóknir á leiðum. En ég nota mikið fyrirmyndir og hérna sjáu þið dæmi rafrænt veggspjald. Ég fékk
hugmyndina frá Hjördísi Þorgeirsdóttur samkennara mínum sem var að gera veggspjöld í félagsfræði að láta nemendur gera og ég gerði það bara rafrænu og þetta var verkefni sem ég notaði áður en það virkaði mjög vel að nota þetta form og ég held að sé að því að formið rammar efnið inn. Þau hafa 4 kassa og þau þurfa að skrifa álíka mikið hvert kassa og þurfa að gera forminu góð skil. Og hér sjáum við svo markmið og gátlista sem að fylgdi þessu verkefni og það eru þekkingar, leikni og hæfni markmið sem ég fór yfir með nemendum og svo gátlistinn og þar þetta tekið mið af því sem framátt að koma í verkefninu. Ég var að skoða samvinnunámið sérstaklega og ég var að velta fyrir mig hvernig ég geti veitt betri endurgjöf. Samvinnunámið er ákveðin hópvinna sem ég byggja á hugmyndafræði Guðrúnar Pétursdóttur samvinnunámi í fjölbreyttu nemendahópi og ég hef notað þetta í Njálu og í fornbókmenntum almennt og það sem ég þarf að gera er að nemendur þurfa að skilja mikilvægi þess að allir vinni saman, jafnt og þétt að lausn verkefna. Áskorun mín er að leiðbeina þeim til þess, skoða hvernig hver og einn sinni sínu hlutverki og stuðla að því allir sinni verkefninu. Og ef að verkefni er vel hannað, þá verða allir að leggjast á eitt til að góð lausn komi út og hópurinn og verk hans verður líka að vera metið í heild. Það er ekki hægt að meta ef einhver einn sinnir náminn ekki, þá birtist það í mati mínu á verkefninu og smám saman læra nemendur á það og passa upp á að allir sinni sínu og vinni saman. Ef að það væri ekki, þá geti einhver einn bara slæfst og láti aðra vinna fyrir sig en fengi samt góða umsögn. Þannig að ég er svona að reyna að kenna þeim að allir verða að axla ábyrgð á verkefninu. Og það er einmitt það sem ég vildi vera að meta í þessari starfsumhverfi, hvernig tekst mér það og hvernig get ég gert það þannig að það virki vel á nemendur. Og það er merkilegt með samvinnunámið eða ánægilegt að nær undantekningarlaust þá segja nemendur, þegar ég spyrðu í könnun sem ég legg fyrir í lok annar, þá segjast þau hafa tekið virkan þátt í samvinnunni. Og það er þeirra upplifun og stundum finnst mér að þau hafi kannski ekki gert það, en ef ég fer að huglega það, þá verða þau betri og betri þegar líður á. Þannig í lokin þá taka þau virkan þátt. Nú í hópastarfinu þá útskýra þau verkefnið, þau útskýra kannski fyrir öðrum nemendum og ef þau geta gert það, þá eru þau búin að dýpka skilning sín á efninu, læra. Nú, af því að ég var nú að vinna með þessa rannsókn á samvinnunámi, þá fékk ég nemendur til að skoða sitt nám og hvernig hópastarfi væri. Ég baði að skila mér vídeói, þið sjáu hérna hljóðlaust vídeó. Það var miklu lengra, allir skilu vídeói, það sem voru að meta námið og það var athyglisvert hvað þau lögðu sig fram við matið og það sýndi meðal annars að þau voru mjög handgengin aðferðinni og vel færum að dæma kosti hennar og galla. Og hóparnir, þessum 5 hópar, nefndu ýmis ólík atriði en allir nefndu einn og sama gallan við eitt atriðið og rökstuddu málið sem varð auðvitað til þess að ég endurskoðaði aðeins verkefnið. Hérna sjáum við líka sýnishorn og Hatti og Clark, þau tala mikið að það er gott að nota sýnishorn í leiðsögnarnámi. Leiðsögnin felst í því að nemendur sjáu hvernig góð lausn getur litið út. Og hérna á myndinni eru nemendur með skapandi verkefni úr samvinnunáminu, þau eru að sýna einhvern þátt úr Njálu og hægra meginni texti þar sem einn nemandi er að lýsa því hvernig Gunnar á Hlíðarenda gæti verið í nútímanum og það er gaman fyrir okkur að skoða hérna niðurlagið á textanum eða hérna neðst á glærunni þar sem segir hins vegar gæti Gunnar vel verið leikskólakennari eða kennari því að honum er lýst sem kurteisum og vingjarlegum manni. Þá vitum við svona hvernig kennarar eiga að líta út eða vera. Nú sjálfsmat er líka mikið notað í leiðsagnarnámi. Nemendur vita best hvað þeir standa og þau geta sagt og geta metið hvað þau þurfa að gera. Og ég hef verið að nota þetta meðal annars með því að kanna forkunnáttu og ég segi þeim líka hverja mínar áherslur og væntingar eru
þannig ég er að reyna að skapa traust og benda á að ég sé líka að reyna að verða betri og læra eitthvað. Þannig við erum saman í kennslustundinni, kann að forkunnáttu þeirra og vitna svo til þess alltaf á og til að við eigum heilmikið sameiginlegt, mikinn þekkingabrunn innan hópsins og það finnst mér mikilvægt að þau átti sig á. Nú, ég læti meta stöðu sína með svona eyðublöðum eins og hérna má sjá og þarna til dæmis að ef að allir, þau meta sig fyrst og svo skoða ég það og ef að allir hópurinn væri eða meiri hluti væri vinstra megin við miðju þá veit ég að ég þarf að skoða eitthvað aftur. Og svo læti ég meta viðfangsefnaverkefni eins og ég sýndi hérna áðan eða var að tala áðan í samvinnunámið. Nú, niðurstaða mín eftir að hafa stigið fyrstu skrefin í leiðsagnanámi er að aðferðin hafi hvetjandi áhrif á nemendur. Aðferðin hefur einnig breytt kennslunni og ég ræði gjarnan við nemendur markmið með náminu, ég spyr þau álits og ég spyr hvert þau stefni. Ég tala viðhorf mín til náms og kennslu og leita til nemenda góða lausnir svo eitthvað sé nefnt. Ég mun halda áfram að beita spurningaleið til að virka nemendur og næsta verkefni mitt verður að nýta hana meira í ritunarkennslu. Það verður trúlega mesta áskorunin fyrir mig að venja mig af því að gefa ráð þegar ég les yfir ritunarverkefni en spyrja bara í staðinn. Hefurðu skrifað inngang? Skiptið þú efnin í efnisgreinar? Getur þú sýnt mér hvernig? Og ég veit að ekki en ég vona að það verði betri ritgerð sem nemendur mínir munu skrifa en ég er handviss það að vinna mín verður ánægjulegri við að nota leiðsagnanám. Takk fyrir.